Þú erum vantarlega búin að renna hans yfir Frakkaleikin aftur. Hvernig horfði þetta við þér? Þetta var bara flott leikur á okkur alveg, held ég. Við hefum bara verið mjög ánægðir með þetta. Og bara kannski óheppnir að hafa ekki tekið bakstigin? Já, algjörlega. Við erum með boltan, það eru 30 sekúndur eftir að leiknum og við erum í sókn. Já, við erum bara mjög óheppnir en við vorum samt skynsamir í lokin. Við vorum ekkert að taka neina óþarfa séns eða neitt. Skutum bara þegar leiktíma var búinn, gáðum þeim ekkert tækifæri til að fá boltan aftur. Þannig lagði alveg vel útfært en bara óheppnir að skora ekki. Fólk er bara að tala að íslenska geðveikin hafi verið komin aftur saman því? Já, ég hugsa það bara. Þessi geðveiki fylgir oft varnarleiknum hjá okkur og mér finnst við standa virkilega vel varnarlega og áttum bara svör við meirihlutanum með því sem þeir voru að hafa fram að færa. Svo frídagar í dag, hvernig eru frídagar nýttir svona á stórmóti? Það er nú misjafnt. Leikurinn var í gær, var mjög seint, þannig að maður er komin upp á hótel og komin í svefn mjög seint, þannig að ég er líklegt að við leggjum okkur eitthvað aðeins í dag og svo voru einhverjir að tala að ætla jafnvel að fara í bíó eða eitthvað fyrir æfingu. Ég fór ekki síðast, þannig að ætla að vera ekki bara eitthvað þannig, annars er nú ekkert gríðarlega mikið að vera hérna í Dóha fyrir utan hóteli. Hvernig líst þér að Dóha? Þetta er bara fínt, bara flott mikið að vera, gríðarlega mikil uppbygging í gangi. Rétt í lokin Frakkaleikurinn á morgun, hvernig leggst það niður? Bara þessi leikir hafa verið, bara mjög vel. Bara eftir hádegi núna hefst almennilegur undirbúningur fyrir hann og við þurfum bara, alltaf skoða og vel, stúdera og finna út hvernig við vinnum.